Þá komið að októberlesur fyrir tvíbara. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takk fyrir sín sem eigi. Við skulum dempa okkur beint í lesturinn og byrjum á því að kanna hvaða tvíbara ég er að tala við. Við fáum uppákomur, atburði, ögrannir, það eru vændum hjá þessu tvíbara og leiðsögn. Og líklegustu framtíð út af þessu. Kæri tvíburi, þú hefur nýlega farið í gegnum einhver kaflaskil í lífinu. Mögulega voru þau erfið en þau voru allavega stór, þannig að það er einhver stór breyting búin að vera. Og jafnvel hafa einhver ykkar nýlega verið að missa einhver nákominn. Og breytingin er tengd því. Það tilheyrir einhverjum ykkur en hjá mörgum ykkar þá er þetta breyting þar sem þið eru kannski að hætta á vinnustað og færa ykkur annað, flytja úr einu bæjarfélagi í annað, klára ykkur nám. Þetta er samt meira tengt í að þið séuð að ljúka einhverju frekar en að bara breyta. Þannig að það er ykkur endalok sem hafa verið, sem á marka ákveðin kaflaskil í lífinu. Og eins og segja, fyrir einhver þá er þetta einhvers konar missir, einhvers konar jafnvel skilnaður. Það er verið að ljúka einhverjum kafla. Og í dag þá ertu svona komið af stað inn í nýja kaflan. Þú ert að hefja þína vegferð og svona taka skrefin inn á næsta. Þú ert byrjað á næstu skrefunum, segjum það. Og eins og staðan er núna þá er eins og að sé einhver óvissa í hvað átt þú sért að fara. Og ert einhvern veginn svona pína að bíða eftir að það komi eitthvað svar við einhverju, komi einhver skilaboð sem segir þér hvert þú eigir að fara næst. Það er svona pínu svo sért í lausu lofti og sért að bíða eftir að fá eitthvað svona utanaðkomandi leiðsögn hvert þú eigir að stefna. Að þú finnur ekki innra með þér í hvað átt þú eigir að fara. Og það sem er framundan er nefnilega svolítið sérstakt er að þú ert svolítið að finna fyrir einverunni tengda þessari breytingu og það fyrir ykkur er það að draga ykkur svolítið niður en það er líka þetta að það sem er að halda aftur að ykkur er þetta að bíða eftir skilaboðum, að bíða eftir að einhver annar segir hvað þau eru að gera. Og svo kom ekki þessi skilaboð. Þannig að þá þyngist svolítið í þér fyrir það að þú ert ekki að fá skilaboðin sem þú vilt fá eða heldur að þú eigir að fá til þess að geta haldið áfram. Nýja kafla. En það er líka því að þú þarft að leita inn á við og sækja skilaboðin innanfrá, ekki bíða eftir þeim utanfrá. Því að þú þarft að taka ákvörðun fyrir þig. Þannig að núna eiginlega neyðustu til þess að hlusta svolítið á sjálft þig. Það er svolítið þar. Og leiðsögnin í því er að ekki afmarka þig of þröngt, ekki ætla þér of lítið, telja þér trúum að þú sért bara svo takmarkað og getur bara A, B og C en ekki E, F og G.
trúðu því að þú getur hvað sem er og sjáðu líka að þú mátt gera hvað sem er. Þú mátt flytja, færa þig, breyta, fara í eitthvað algjörlega nýtt, snúa við. Það er allt í boði. Þannig að ekki afmarka þig of þröngt. Mér finnst þess að það sé hætt við því hjá þér. Þannig að leyfðu þér að trúa að þú getur unnið hvað sem er og þér getur gengið vel við hvað sem er. Hins vegar það sem er framundan, það er svolítið í því að þú ert ennþá að glíma svolítið við, ekki bæði þetta sko að eiga með að taka ákvarðanir fyrir þig, bara út frá þér. Og þú munt upplifa núna þegar að vera að benda þér á, nei þú verður að sækja viskuna innanfrá, nei þú verður að hlusta inn á við, hvað vilt þú? Og þegar að þú hefur ekkert svar við spurningunni hvað vil ég, þá er það mjög óþægilegt og það kemur ótti og það kemur kvíði og það er það sem þú ert svolítið að fara að díla við núna á næstunni, er að uppgöta að þú veist ekki endilega hvað þú vilt af því að þú ert svo óvant í að taka leiðsögn innanfrá. Þú ert svo vant í að gera og vera eins og aðrir vilja hafa þig. Og nú skiljið hvað ég er við. Þannig að núna þú stendur frammi fyrir því að þurfa að vera bara algjörlega á eigin forsendum og þá er það svona svolítið ógnvænlegt. En skulum fá aðeins nánari innsýn inn í þetta. Okay. Já. Það er hérna einhver fortíð sem þið eru að kveðja, eitthvað gamalt munstur eða þið eru að skilja við eitthvað. Það er einhverjum kafla að ljúka. Sum ykkar eru nýlega búin að missa einhvern og fyrir einhver ykkar þá hafið þið verið að missa föður eða föður ímynd. En þetta er einmitt, þið eru að segja skilið við fortíðina. Og eru núna að átta ykkur meira á því að þið þurfa að uppgöta hver þið eruð, hvað þið viljið leita algjörlega inn á við, leyfa ykkur að trúa á fantasíunar og drauman ykkar og trúa öllu sem að þið myndið láta ykkur dreyma, ykkur má dreyma og þið megið trúa á því að þið getið látið drauman ykkar rætast. Og eins og ég segi framundan þá það kemur upp ótti og ykkur kvíði varðandi að vita ekki hvað þið viljið og ykkur líður á köflum eins og séu bara að grípa í tómt. En hins vegar þá snýst þetta allt það að leita inn á við, að skoða innanfrá hvað þið viljið og í hvað átt þið viljið fara. Það er númer 1, 2 og 3. Þannig að þetta er áhugaverður kafli sem er að opnast hjá okkur og hann er ruglingslegur. En númer 1, 2 og 3, vertu gott við sjálft þig, ekki lemja þig niður og gagnrýna þig fyrir að kunna ekki að vita ekki. Núna er tími til að læra. Þannig að ekki vera að gagnrýna þig of hart. Þvert á móti vertu bara svolítið gott við sjálft þig og sérstaklega varðandi hugmyndir og drauma sem þið dettur í hug. Ekki dæma þig fyrir að vilja eitthvað annað, vilja eitthvað nýtt, vilja eitthvað skemmtilegt og leyfðu þér að trúa á draumana þína. Og þá er ég að fá hér kort úr Greenwich Oracle stokkinu til að fá stutt skilaboð í lokin.
heilum, það er geraniumblómið. Þannig að þú ert að heila þig, fyrir þig, innan í þér. Þetta er mikið heilunartímabil. Og hér er verið líka að minna þig á það að jú, það er gott að sýna öðrum tillit og alveg taka mark á það að hafa allir sína skoðun á hlutunum og það má. Við þurfum stundum að sýna tillit og mæta öðrum í miðjunni, en hins vegar þá þarf þú líka að standa með þínum skoðunum því sem þú vilt og heiltið bara standa svolítið með sjálfu þér og þú þarft ekki að vera sama sinnis og allir hinnir. Þannig að settu fókusin svolítið á þig og leyfðu þér að taka tíma fyrir þig, gefa þér góðan tíma í að huga og hlúa sjálfu þér, tengjast betur við sjálft þig, bæði jarðneska sjálfu þitt og aðra sjálfu þitt. Leyfðu þér að vera skapandi og leyfðu þér að njóta eigin félagsskapar. Því að akkurat núna þá þarftu að passa svolítið að gera ekki annarra manna skoðanir af þínum eigin og ekki detta inn í einhverja meðvirkni. En þá ætlum ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin vera til sömu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.